Á hverju kvöldi þegar sólin gengur til viðar safnast stúlkurnar í þorpinu Ndena í Vestur-Afríku saman og stíga dansinn. Þær dansa í röð, þar sem þær elstu fara fyrir dansinum en þær yngstu reka lestina og æfa sig í að fylgja hljómkvalli trumbunar. Strákarnir henda þurrum stráum á bálið og í skinin af eldinum má sjá hvernig skrautleg strápilsin sveiflast og stúlkurnar stíga dansinn. Hér Djúpa ásamt fjölskyldu sinni í skóginum. Í dag ætlar hún að búa sér til nýtt strápils til að dansa í. Til að afla sér efnis í pilsið fer hún út í skó þar sem hún heggur sér trjágreinar sem hún notar til að búa til pilsið. Í þessum hluta Afríku eru strápils á fatnaði sem konur klæðast. Það er handhægast þar sem efnið í pilsinn er alltaf við hendina. Djúpa er aðeins 11 ára gömul, en hún er þjálfuð í að beita líkamskröftunum við margvísleg störf. Í skóginum finnur Djúpa heppileg laufblöð til að flétta sér púða til að hlífa höfðinu. En eins og allsida er meðal Afríkumanna, þá ber hún byrðar sínar á höfðinu. Það er erfitt að gera sér í hugarlund hvernig búa má til fatnað úr þessum trjádrumbum. En Djúpa er ekki í neinum vandræðum, enda hefur hún lært listina á móður sinni og með því að fylgjast með öðrum konum hvernig þær bera sig til við starfan. Fyrst heggur hún trjágreinarnar í hæfilega lengdir. Því nákvæmlega eins og trjágreinarnar eru langar verður lengdin á pilsinu. Því næst skefur hún ysta barkalagið af hverri trjágrein. Það er ekki notað og verður því að fjarlægja. Nú verður þetta spennandi, því undir ysta berkinum er annað lag og það er þetta lag sem notað er. Það er einfaldlega slegið utan af trjágreininni og þar með er komið efnið sem notað er í pilsi. Bondía litla systir er að mala korn. Hún er aðeins 7 ára, þannig að stauturinn sem hún malar kornið með er nokkuð þungur í hendi. Nú er svo komið að Djúpa getur einfaldlega losað barkalagið af trjágreininni í heilu lagi. Því næst slær hún táarnar aðeins til að mýkja þær og losa úr þeim mesta vökvann.
En áður en hafist handa við að hnýta strápilsið verður börkurinn að þorna í sólskininu eða þar til næsta dag. Nú getur Djúpa byrjað að hnýta pilsið. Hún finnur sér stoð á sólskilinu og bregður það bandi sem hún notar til að hnýta táarnar á. Táarnar eru nú orðnar vel þurrar og smám saman breytast þær í pils utan mittið á Djúpu. Systkini hennar fylgja spennt með framgangi verksins, en stóri bróðir lætur líða úr sér í skugganum undir stráþækjunu. Djúpa er nú rétt að ljúka við pilsið, en eftir að hún er búin að safna nógu mörgum táum, þá tekur það 3 til 4 tíma að hnýta það saman. Þá er ekkert eftir nema að máta flíkina og hnýta mittislindan. Það er heldur ekki seinna vænna, því trumpan er þegar farin að hljóma í þorpinu og Djúpa þarf að flýta sér til að taka þátt í dansinum. Djúpa er harla glöð með nýja strápilsið sitt, en seinna ætlar hún að lita það og skreyta það með skeljum eins og hinar stelpurnar.